Herru, við erum biblíuleg kirkja. Við erum alltaf skilgreinum okkur sem sola scriptura. We're a Bible church and we present ourselves with sola scriptura. Þannig að þegar við fyrir í ritningarnar, þá það bara ritningi sem talar. When we go into the scriptures, then we allow the scripture to speak. Mér langar bara rétt að minna á, í kirkjunni þá eru við bara með reglur og við viljum bara að sé regla í húsi Guðs. We just want to remind you that we keep order in the house of God, that people are not walking around while someone is speaking. Ég nenni ekki að fara meira út í það, bara fyrir í ritninguna. I'm not going to talk more about that. We're going to go right into the scriptures. Þannig að mér langar að hoppa í 1. Korinthbréf 13. We're going to go into 1 Corinthians chapter 13 í versi 4. in verse 4. Mér langar aðeins svona horfa á þetta sem svona verklega hluta af fagnaðarerindisins. I want to look at it as the workable part or the functioning part of the gospel. Þegar þú ferð út í vikuna, þá getur þú tekið þessi vers með þér og þú getur lifa bara því til fulls. So when you go into this new week, you can just meditate and live on these scriptures. Herru, hoppum í 1. Korinthbréf 13:14. Nei, 3. Korinthbréf 13:4 mitt í. Hann segir hérna, kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hann reykir sér ekki upp. Love has patience, it is kind, love is not envious, is not vain, is not puffed up. Ertu búinn? Settur 5? Nei, ég sagði 4. Já, ég búinn. Já, ok. Ég svo fljótur að túlka maður. Já, svo fljótur eitthvað að þessu. En við sjáum bara hérna, hér Páll að útskýra hvernig kærleikurinn virkar, bara einfalt. Here we see Paul just explaining how love works or how it functions. En við ætlum ekki að taka allt þetta fyrir. We're not going to take all this right now. Horfum bara á orðið langlyndi, tökum það sem dæmi. Let's just look at, patience. Spurðu núna sjálfan, ertu með langlyndi? Ask yourself, do you have patience or do I have patience? Skortir þið langlyndi? Do you need patience? Ég þarf þess. I need it. Ég efast ekki þú þurfið þess líka. I have no doubt in my mind that you need it too. Pappi það langlyndi. Nei. My dad really needs it. Nei, ég segi svona. Nei, sko, ef þú horfir þetta aðeins út á við. If you look at it from the outside. Þegar ertu stildum í umferðinni, keyrðu áfram. Are you sometimes in the traffic? Come on, move on. Ég að flýta mér í vinnuna, maður. I'm hurrying to my job. Ég þarf að fara á fótboltaæfingu. I'm going to the football practice. Veit ég ekki að ég æfa í Borgarnesi? Don't you know that I'm practicing in Borgarnes? Það tekur 70 mínútur að keyra þangað. It's 70-minute drive. En því miður, unfortunately, þá þarf ég meiri ávöxtandans. I need to deal with this. Af því að þetta eitt af því sem Páll leggur fyrir í Galatabréfinu 5:22 að ávöxtandans hluti af því langlyndi. Because this is also what Paul talks about in Galatians 5:22. He talks about patience as a fruit of the Spirit. Og bara í bara stuttumáli. And just in few words. Að þá þetta sem við vorum að lesa og skoða. Þetta eitt af því sem mætti að einkenna okkur sem kristi fólk. This, what we were just reading, is something that should be identifiable about us as Christians. Sko, mér langar bara að hoppa í Rómverjabréfið 13:8. In Romans 13:8. sem segir svona. Skuldi ekki neinu neitt nema það eitt að elska hvert annan. Því að sá sem elskar náungan hefur uppfyllt lögmálið. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Og þetta bara mjög skýrt. Við eigum ekki að skulda neinu neitt. It's very clear. Don't owe anyone anything. Þú átt ekki að skulda fólki pening. You shouldn't owe people money. Þú átt ekki að skulda fólki eitthvað að þú þurfa að gera eitthvað hluti. You shouldn't owe anyone to do something. Bara kærleikur. Only love them. Sýna fólki kærleika. Show people love. Guð hefur sýnt þér kærleik. God has shown love to you. Þess vegna þú núna að sýna öðru fólki kærleika. Then you should show love to others. Þetta bara 1+1 reikningur í Guðfræðinni. This is just 1 + 1 or theology 101. Og með þetta eina boðorð, þú ert búin að uppfylla lögmálið. With this one
thing, you have fulfilled the whole law. Af því að þú hugsaður þetta, í boðinu 10, If you think about it in the 10 commandments, ef ég elska, þá er ég ekki að stela. if I love, I'm not stealing. Ef ég elska, þá held ég ekki fram hjá makanum mínum. If I love, I don't commit adultery. Þannig að, og lokum, þá langar mér bara að leyfa Jesú hans að tala. And finally, I just want Jesus to speak. Þetta er síðasta kvöldmáltíðin, This is the Last Supper, Jóhannes 13:34. John 13:34. Nýtt boður gef ég yður að þér að elska hvert annað eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hvert annað. I give you a new commandment that you love one another. As I have loved you, you should also love one another. Og þetta er nýtt boður. Look at what he says. It's a new commandment. Það er ekki verið að bæta við, 614, It's nei, not adding on to the law, law number 614. nei, nýtt boður It's a new commandment. sem var ritað síðan daginn eftir í blóði hans. And that was written the day after in his own blood. Og Jesús segir, eins og ég hef elskað yður skulu þið einnig elska hvert annað. As I have loved you, you should also love one another, Jesus says. Ég veit hvað þið eru að hugsa. I know what you're thinking. Já, hann fór á krossin fyrir mig. Yes, he went to the cross for me. Hann er ekki búin að fara á krossin hann. He hasn't gone to the cross when he said this. Hann er að segja, eins og ég hef elskað ykkur. He's saying, as I have loved you, Það er ekki eins og ég mun, not as I will love you, nei, eins og ég hef. like I have. Þá þurfum við að spyrja okkur. Við þurfum bara að bakka í 13 kapla aftur í tíman. We only have to reverse 13 chapter backwards. Hvernig elskaði Jesú lærisinn sína? How did Jesus love his disciples? Jóhannes 13 talar að hann þjónaði þeim. John Hann þvoði fætuna þeirra. 13 says he served them and washed their feet. Hann fyrirgaf þeim. He forgave them. Hann gaf þeim tilgang í lífið. He gave them purpose in life. Og þannig elskaði Jesú lærisinn sína. And that's how he loved his disciples. Og þannig við að elska hvert annað. That's how we should love one another. Ertu sáttur?